Góðan daginn, gleðilegan mánudag, ég heiti Embla Ég heiti Jóhanna og verið velkomin í Dramakastið. Gleðilegan og fallegan mánudaginn. Hvernig líður á þessum fallega mánudegi? Mér liði bara mjög vel. Já, gott, mér En líka. þér? Já, mér líka, mér líður bara rosalega vel, ég er bara spennt yfir topic í dagsins. Já, ég Ég líka. er spennt. Já, ég er með eina svona sögu. Nú, Það sem ég er alltaf með sögur. já, það er með einhverja sögur sem Ég er náttúrulega ekki húsum hæf, Já. neinstar. segðu okkur söguna. Ég sérst fór í blómabúð daginn. Emmett. Og það er ekki frásögu færandi. Ég fór inn í þessa blómabúð í svona 6 mínútur, Ok, bókstaflega. Og ég þurfti að vera vitni af þessu. ok. Bara, hvað meinarðu? Og ég fer inn í blómabúð, ætlaði bara að kaupa svona tilbúinu vönd. Þannig að ég spyr eitthvað hverju tilbúinu vendinir og hún sýnir mér það, konan sem vinnur hana. Já, Emmett, konum sem vinnur hana. Já, og það var maður með barnið sitt líka. Og barnið var eitthvað svona að reyna að fara eitthvað sem að starfsmenninir með að bara fara, skilja. Já. Þannig að hann segir eitthvað svona, nei, eitthvað svona vinnukonunnar, þetta er bara fyrir vinnukonunnar. Já. Og sko, svipurinn sem að konan sem vinnur í blómabúðinni gaf, hún var bara, áts. Ég hef nú verið kölluð margt, en ég hef aldrei verið kölluð vinnukona. Oh my god. Brjáluð. Hún tók þetta svo mikið inn á sig og hann Já. eitthvað svona, eitthvað, kannski blómakona í staðinn, eitthvað svona, bara reyna að vera léttur. Já. Og hún var bara brjáluð. Sko ég hefði ekki haldið, og ég myndi örugglega ekki að nota orðið vinnukona, en ég myndi Nei. ekki halda að það væri eitthvað geðveikt niðrandi. Nei, Þú veist, er það? það er ekki eins og hann hafi verið að segja, bara, heyrðu, þetta er bara fyrir þrælana. Nei, en kannski vinnukona eitthvað svona gamaldags niðrandi orð. Þú veist, Já. sem eldri kynslöðin til að vera niðrandi en ekki. Þú veist, Já, ég hefði aldrei kannski. kippt mér upp við þetta. En þú veist, þú ert náttúrulega bara kona og ert að vinna. Já, þetta er líka bara, ef hann að tala um badd, skilur. Já. Þú veist, þá er kannski ekki alveg að segja að þetta er bara fyrir starfsmenn. Nei, einmitt. Svolítið áhugavert. Þannig að þetta er bara Oh my ótrúlega God. óþægilegt að Já. vera þetta. Ég er bara, Guð. en, Allavega, við veitum það núna. Ekki nota orðið vinnukona. nei, það er greinilega bara off Greinilega off limits. limits. Já. Einmitt. En bara gaman því, Já, þú ert alltaf að lenda í eitthvað svona skrýtni, ég ekki, ég veit það. ég sé alltaf bara ekkert minna að skemmtla þessu yfir. Nei. En kannski lendir fólk almennt í svona og Já. finnst það ekki vandræðilegt. En það er bara mér sem finnst það vandræðilegt. Öruglega. Það þess Það er geti alveg verið. Ah. Það geti mjög vel verið. Já, Já. þannig að fólk er kannski ekki að rýna í alls konar. Nei. Ég gera það. Mér finnst allt vandræðilegt og Já. ég lendi samt ekki svona oft í einhverju skrýtni eins og þú, sko. Nei, einmitt. Bara alls ekki, sko. En, ertu búin að vera með eitthvað obsession of the week? Já, ég er með smá obsession Já. Hvað? að ég var að gera, nei, ok, Hvað? ég veit obsessionum mitt. Hvað? Nýja obsessionum mitt eru sumarblóm og blóm og plöntur yfir höfuð. Það er svo lúðalegt. Nei, sko, ég er komin með eitthvað svona veiru. Bara, mér Oh langar my bara að vera endalaust í blómabúðum og umpotta og planta og, Oh my god, í alvörunni. já, mér finnst Vá, það þú svo ert bara gaman. með græna fingur, með græna þumla. Það er rosalegt. Þannig að ég er búin að setja hérna út af svalir. Vá, já, ég var ekki búin að taka eftir því. Það verður að fara að útskoða Já, ég skal gera það. Vá, hann skemmtilegt. Og þarna... Og þú ert mikil móðir. Plöntum. Æðislegt. Já, en mér Já, finnst ó, ég er ekki búin að taka eftir því. Það er alveg margar plöntur inn inni. Já, Og blóm í vasa hana. já, Ég get ekki verið með plöntur heim með mér út að ég kýrst að borða allt. já. Alla plöntur. En getur fengið kattagras. Já, ég var með svoleiðis. Já. Og þau borðuðu það en síðan hættu að borða og að byrja að koma flugur í það og eitthvað þannig ég setti út. Ó. En þau elska gras, sko. Það fyrsta sem ég gera þegar ég tek þau út í bandi er þau borða gras. Og það er mjög fyndið. Þau halda að þau séu bara að kusa á beit. Það er alveg fyndið. En já, ég myndi alveg segja að það er alveg svona Já. nýjasta obsessionum mitt. Að ég er bara svona trillt í blóm, Já, einhvern veginn. ég fíla það. Já, algjör eiginkona. Algjör blómakona, húsmaður, Já, ángríns. en þú? Sko, ég er búin að vera mjög mikið að lesa undanfæri. Ég er búin að svona endurvekja lestrar obsessioni mitt Já, sem ég er mjög ánægð með. Ég veit að þú ert kannski ósammála. já, ósammála. En ég er búin að vera að lesa, sko, ég las ykkur 2 bækur á 2 dögum, sko, Það er sem galið. ég.
og ég er búin að vera bara eitthvað bara renna í gegnum allt og lesa ógeðslega hratt. En ég er búin að segja við þig líka að ef Já. þú ætlar að koma mér á hana vagn, Já, þú hefur 1 séns. já, og ég er að reyna að ákveða hvaða bók það verður. Þú verður að ákveða ykkur eina bók, Já, þú hefur 1 séns og ef þú nærð mér, þá nærð mér, Já. en annars ekki að eilífu. ok, en vilt hún sjá ensku og íslensku? Ég verður til í að byrja í íslensku. Ok, alltaf, ég samþykki þetta challenge, Já. en þetta er alveg svona svolítið stórt challenge, ég verði að hugsa vel og vandlega Já. hvaða bóku þetta ætti að vera. Af því þú þarf að ná mér strax. Ég held að Hásmeit væri góð. Já, þú ert búin að segja alveg lengi. Já, og ég held að hún sé svona svona easy thriller, hún er gett spennandi, hún er ekkert Já. eitthvað, hún er frekar bara auðlesin, Já, þú veist, ekkert erfitt að lesa hana. ok. Og þú getur verið með það í huga að þú getur síðan horft á bíómyndir eftir á, sem er alveg gaman að svona það kemur hann alveg í gegnum Já. og getur verið spennt. Ok. Ok. En hún hlýtur að vera til líka á íslensku, ég er ekki alveg viss um þar. Já, er það ennsku? Já. Ok. En ég var að segja hvort þú til íslensk þýðing til þess að gefa þess, Já. gefur í gjöf. En þú verður þá actually að lesa, og þú verður að klára bókina. Já. Þú mátt ekki hætta í miðinni bara eitthvað Nei. dönur, sér ekki. Nei. Ok, Já. Pinky, promise. Við erum með þetta á vídeo. Já, nákvæmlega, sko. En, ok, ef að henda okkur í Drama of the Week. Já. Vilt þú lesa fyrir okkur? Já. Hæ stelpur, ég á vinkonu sem að kopjar bókstaflega allt sem ég geri. Ég kaupi buxur, hún kaupir sömu buxur, ég fyrir nám, hún fyrir sama nám. Ó. Þó að hún hafi engan áhuga á því. Oh my god. Hún málar sig eins og ég og ég er bara að verða semi-crazy á þessu. Hefur átt svona vinkonu af því ég hef. Er það? Hver? Ég hef nefnilega átt svona vinkonu Já. og var mér þess að þú veist það ekstrím að hún kefti alveg nákvæmlega samfermingakjól og ég. Oh my god. Þó að hún var búin að segja við mig að hún var búin að kaupa annan skiluru og svo mæti ég ferminguna og hún er alveg eins kjól og ég. Já, það er alveg pirrandi, sko. Þetta er alveg, ógeðslega pirrandi. Þetta er alveg þreytt dæmi sko. Já. En Þú veist, þetta er svona alveg hrósa þetta. Já. Þú veist, að það þýðir bara einhver lítið upp til þín og finnst þú vera með cool stíl og flottur og eitthvað, já, skilurðu. já, Þannig algjörlega. að þú getur alveg tekið svona hrósi. Og þetta kemur örgulega svona frá einhverjum svona smá sjálfsöryggis stað. Eða Já. þú veist, hvað segir maður? Óöryggi? Jú, Já. óryggi og líka svona hún kannski þekki sjálfa sig ekkert svakalega vel. Já. Er ekkert með neitt eitthvað svona stert identity Mhm. og er smá bara eitthvað svona að reyna að finna sig, er ekki alveg að finna sig og er þá bara eitthvað svona, já, Gunna er ekki að cool. Ég ætla að vera eins og hún. Eða Já, eitthvað, fattarðu? já, já. Þetta er svona alveg þreytt, sko. Ég veit ekki alveg, þú veist, þú verður eiginlega smá að segja eitthvað, en kannski, þú veist, og líka ef þetta er góð vinkonin og vilt halda í gott samband, þá kannski getur líka bara peppað hana í að finna sig. Já, já, 100% bara eitthvað svona, bara heyrðu, þú varst ógeðslega sæt í þessum buxum sem þú mátaðir. Akkur Já. kaupir þær ekki frekar? Já, og Eitthvað getur sagt svona- eitthvað svona, mistar aðeins meira þú. Þú veist, Já. þessar eru svolítið mikið minn stíl, en þessar buxur eru aðeins meira þú. Já, já, Eða með námi, þú veist, þá fálega það skrá sig heilt nám eins og þú, ef hún hefur ekki áhuga á því, skilur. já, Þú veist, sagt bara eitthvað svona, hei, bara eitthvað svona, þú veist, ég finna alveg að þú hefur ekki áhuga á þessu, vilt ekki frekar finna eitthvað sem er bara fyrir þig, já, sem að bara þú getur blómstraði. já. Mér finnst alltaf lagið, þú veist, ekki kannski vera eitthvað, hættu að herma mér, herma eftir mér, Herma mér. hættu að herma mér, hættu að herma eftir mér. En svona kannski bara segja, koma eitthvað svona komment, svona, hei, vilt ekki frekar finna eitthvað sem að er, Já, sem bara þú átt, þú veist, já, og vera aðeins meira uník. Ég myndi alveg 100%. segja það, sko. já. Án þess að vera eitthvað. Nei, eða sérstaklega við þetta vinkonu sem þú vilt halda í vinnusambandi, skilju, og vilt alveg bara vera næs og eitthvað. Hún þá er, myndi ég- hún er örugglega bara í ykkur smá svona identity crisis. Þú veist, Já, bara eitthvað svona að reyna, pottþétt. bara, þú veist, óörugg og reyna að finna Já. út hvað hún fílar og henni finnst skemmtilegt og hvernig hún vil klæða sig og eitthvað svona. Já, Og henni finnst þú greinlega bara mjög flott. já. Kannski Þannig að- getur við ekkert prófað að fara með henni að versla og þú veist, í staðin fyrir að hún kaupa alltaf sama og þú getur þá svona kannski svona smá lúmst hjálpa henni að finna hvað henni finnst flott. Já, Þú veist, þú er eitthvað svona, hei, ég var að fara á móta og þú eitthvað svona, já, ég held að þetta myndi fara þér ógeðslega vel. já, já, Og svona, kannski, þú veist, verður hún bara gett mikið í þína skoðun já. sem er bara, þú veist, hrós, en einmitt, kannski þarf hún samt svona að finna sjálfa sig smá. Ég myndi segja 100%. það. En við hefum verið í þessum sporum og það var örugglega mjög margir verið í þessum sporum. Já, ég held að þetta sé alveg algengt, sko. Já, En þetta er alveg fyrir henni. já, einmitt. En já, ef að henda okkur í topic þáttarins. Já, Við erum sem sagt að fara að gera svona debate þátt eða svona rökræðu þátt. Við erum með alls konar hot topics sem að fólk er oft ósammála og við ætlum svona aðeins sko bæði bara að tjekka hvort við séum sammála og ósammála, hver okkar skoðun er og ef við erum ósammála þá ætlum við bara svona að ræða það. Þú veist.
Shall we get into it? Já. Ok, fyrsta sem er svona svolítið controversial með topic, er í lagi að halda sambandið við fyrirhandi maka, fyrirhandi kærasta, fyrirhandi whatever? Sko, mér finnst engin grundvöllur fyrir því nema að ég er bætt saman. Já, ég sammála. Annars er ekkert. Já, nema því börn, eða kannski verið í sama vinahóp, Já, eða þú veist það er einhver tenging sem að þið svona eiginlega verðið að vera í sambandi, já, einmitt. en annars er ég sammála. Já, Mér finnst ekki ástæða til þess að vera ennþá eitthvað vinir. nips. Fólk bara gera það sem það vill, sko, en ég sé ekki ástæða til þess. Nei, ekki heldur. I don't like it. Það er bara svo líka svona skemmir fyrir, þú veist, næsta sambandi sem að annarkor ykkar fer í og ég skil alveg sé smá erfitt að kötta alveg á samband við og samskipti við fyrirhandi skilur sérstaklega Já. fyrst, en I don't think it's a good idea. Nei, það er aldrei góða mynd. Hvort er betra að ljúga eða fela sannleikan? Er það ekki það sama? Nei, að því að þú ert að ljúga, Já. þá er ég að spyrja það að þú ert að ljúga að mér. Já, Eða að þá- fela sannleikan er bara þú ert ekki að segja. Já, eða þú bara, þú veist, minnist ekki á það, skilur. Mér finnst skárra að vera að fela sannleikan, Já, en þú veist þetta er samt í grunninn sami hluturinn, Já. þú ert ekki að segja satt, já, fattur þau? einmitt. Þú veist, ef ég gerði eitthvað, ef ég er eitthvað búin að svíkja þig, skilur mig, og ég bara er ekki að segja það, þá er ég svona að halda í frá þér og sem í ljúga, þótt þú Já. veist ekki að spyrja mútið. Já, já. Hvað veist þér? Jú, ég er eiginlega sammála. Mhm. Það er betra að fela sannleikana því ef þú ert að ljúga, Mhm. þá er svo mikill ásetningur, Já, skilur. þá er það bara svona, ég spurði þig, bara gerður þetta og þú sagði nei. Já, Það varst að ljúga. já. Það er svo ljótt að ljúga. Já, það er mjög ljótt að ljúga. Það er miklu ljótara að ljúga en að fela sannleikan. Já, ég er alveg sammála því. Jú, ég er sammála því. Mhm. Já, ég er alveg sammála því. Eitt sem tengist þessu, Já. finnst þið betra að segja sannleikan þótt hann muni særi eitthvað eða ljúga til þess að vernda tilfinningar? Það er góð spurning. Tökum dæmi, þú veist, ef að mér myndi finnast, ef þú værir að kaupa í kjól og myndi spyrja mig, hvað veistur mann í kjól? Og mér finnst það ljótur. Á ég að segja eitt? Ég ætla að segja eitt. Ok, alltaf. Ok. Við vorum sérst á leiðinni í einhverja svaka ammæli skelluferð til London. Og hérna, Já, þið voru okkur heimsækjum, ég var í London. já, og ég hef búin að vera að skoða sundbóli og bikini og eitthvað svona fyrir þessa ferð. Af því við vorum að leiðina á svona hot tub boat og eitthvað því litt skvísast. Og ég finn 3 eða eitthvað að einhverju ljótustu sundbólum sem ég hef nokkuð tíma séð. Og sko við erum að tala um þetta var svona sundkjóll einhvern veginn. Já, doppbótur eða eitthvað. Já, svo doppbótur sundkjóll með eitthvað svona blúndum og þarna eitthvað svona, þetta var ógeð. Og þarna, og hvað var það meira? Það var alls konar. Það var eitthvað svona geðveikt asnalegt. Já, þetta var þrennt eitthvað ógeðslegt. Og ég sendi á hana myndir af þessu og var bara eitthvað, heyrðu, er þetta ekki alveg svolítið smart? Eitthvað, ég pæli ekki við þetta fyrir London, er Já, þetta ekki flott? eða eitthvað, hvað finnst þér eiginlega flottast? Já. Og þú eitthvað svona, sagðir kjólinn? Í staðinn fyrir að vera bara eitthvað, darst þú að hausinn, eða? Ég skeit, ég veit ég skeit. Já. Sorry. Já. Ég veit ekki svona akkur, ég var svo bara eitthvað svona, kannski finnst þetta bara flott, ég veit það. En ok, þér til varnar, það væri nýbúin að eignast barn og ég var ekkert eitthvað svona brjálæslega ánægð með sjálfa mig, skilur. Já, ég hugsaði það Ég hefði líka, alveg verið- kannski finnst þetta bara, kannski vill hún vera með kjólinn til þess að Já. En nei, ég lærði af þessu, Gott. ég lærði mínu leksju. Já. Þannig að það er betra að segja sannleikan þótt hann særi. Já. En það fyrir líka samt eftir hvað það er. Já. Þú veist, eins og með þetta, þú ert að hjálpa manneskinu með að segja sannleikan, en mér finnst ekki alltaf endilega þurfa að segja. Nei. Þú veist, segjum bara ef ég myndi lita mér hárið og ég er ógeðislega ánægð með það, en þér finnst það ljótt. Já. Það er smá svona að þú þarft ekkit endilega að segja mér að þið finnst það fattar hvað ég meina. Já. Ef að ég er bara, oh my god, ég er svo ánægð, Já, einmitt. þá finnst mér frekar rude ef þú er bara eitthvað, to be Oj. honest, þá finnst mér þetta ógeðslegt. Þá finnst mér svona, mátt alveg bara sleppa því frekar. Já, það er rétt. Það fer eftir hvað það er. Hversu mikið að hjálpa manneskinu að segja sannleikan. Ég vil að það hefði keypt þennan kjól. Oh my god. Þú getur auðvitað fundið þessi skrýnsut eitthvað stað. Já, þetta er alveg pottið, sko. já. En ok, hvað þú með næsta?
Það sem er dýrara er ekki alltaf betra. Þú veist, já, ég er alveg sammála ekki alltaf, en það er samt alveg oft betra. Já. Já. Komst þér? Mér finnst það ekki endilega. Nei. Það fyrir alltaf eftir hvað við erum að tala um, sko. Já, þú veist bara make-up, ylvöt, Já, föt. Já. Nei, þú veist, já, ekki alltaf, sko. Nei. Ég er sammála, það er alls ekki alltaf. Mhm. En það er svona alveg oft. Já. Þú veist, það eru svona líklegra ef þú kaupir ból á 10 skall, hann sé betri gæði en bólur á 1000 skall. Já. Þú veist. Já, algjörlega. En er svo bara nýja púðurum mitt. Já. Mér finnst það betra. Mér En finnst Huda? það púður betra en Huda. Ég er endar í sjokki við því. Já. En ég skilji, það er alveg satt. En það líka bara er kannski þannig bara á húðinu minni. Já. Kannski ekki endilega á húðinu þinni. Nei, en ég er svona alveg sammála því með make-up, sko. Að make-up er ekkit endilega dýrara betra. Nei, alls Þú ekki. veist, dýrara make-up er oft bara í fínni pakningum. Já. Og þess vegna er það dýrara, skilur, Já. með eitthvað svoleiðis. Þannig að ég er alveg sammála því. Já. En þú veist, þegar kemur að fötum þá svona, ok, ekki alltaf, en Nei. samt alveg, þú veist, oft. Þetta á vel ekki við föt, finnst mér. Nei. Af því að, ég veit ekki, ef maður vill frekar að eiga lítið af dýrum flíkum, frekar en bara eitthvað alls konar drasl sem það átt bara í ár. Já, það er alveg satt. Ég er mjög sammála því, sko. Já. Á maður að gefa annan sjans í samböndum? The second chance. Sko, Og þá aðalega, þú veist, ef ykkur fokkar upp eða þá við hættið saman og gefa annan sjans eða eitthvað svo les. sko, ég hef alveg heyrt um fólk sem hefur farið, þú veist, sikkura áttina og byrjað svo saman aftur eftir 5 ár og bara aldrei er betri. Já. En ég veit það ekki. Ég er ekki big fan, sko. Nei. Mér finnst, sko, ég er alltaf bara svona second chance er alltaf lagi, ekki third chance. Nei. Fattar þau? Já. Einhver fokkar upp einu sinni eða hætt saman einu sinni eitthvað svona, Já. ok, second chance, alltaf lagi, en ef það er þriðja þá er maður svona, ok, who are we kidding? Já. Þetta kom út í rugl. Já. Fattar þau? Einmitt. Það er alltaf mín skoðun. Já. Second chance, já, þú veist, það eiga allir skilið annan chance. Já, þú veist, allir Bara til gera að mistök. læra. Já, það fer svo náttúrulega auðvitað eftir hver mistökin eru, skilur þú veist, Já. væntanlega. En, já, það er alltaf mín skoðun. Ok. Ég er sammála. Gott, við erum búin að vera svolítið sem mikið sammála. Já. Er fólk orðið of viðkvæmt á samfélagsmiðlum? Já. 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 Er sammála? Já. Já, mér finnst það. Nei, það bara má ekki neitt í dag, Nei. skilur ég held við þurfum bara aðeins að taka breather. Já, bara calm down. Já. Já, ég er sammála. Mér finnst líka svo oft fólk vera að æsa sig yfir einhver sem hefur bara líka bara ekkert með því að gera. Já. Fattar þau? Þú veist, Já. eins og bara eitthvað við myndi gera hérna á TikTok og segja bara eitthvað, þetta púður er ömulegt. Og fólk bara eitthvað, en ég elska þetta púður. Og þetta er svona, ok, Já. bara flott hjá þér. Skrollaði það bara fram í þessu vídeo eða eitthvað, eða fattar þau? Já. Þetta er svona, það á ekkert við um þig. Nei. Þetta er bara mín skoðun. Hættu. Já, 100%. Ekki, ég Maður er- þarf einhvern veginn bara eitthvað svona að dansa í kringum línuna alltaf, Já. einhvern veginn. Og fólk er alltaf eitthvað svona, þetta er bara mín skoðun, bara ekki, þú veist, ekki taka svona en fólk er alltaf að taka öll inn og segja, Já. já, ég er alltaf samlega því. Fólk er of viðkvæmt. Calm down. Calm the fuck down. Er stundum í lagi að gósta eða er það alltaf óvirðing? Sko, það er alltaf óvirðing. En stundu þarf maður bara að gósta. Já. Er rétt? Ég En sammála. maður á samt væntarlega að vera bara eitthvað svona, heyrðu, fílið ekki, bless, Já. skilur Já. af því að þá ertu búin að setja frá þér á einhvern annan Já. og segja bara Bara bless. doesn't work, já, Já. í staðan fyrir að vera bara eitthvað, kannski heldur hann að þið finnist hann ennþá sætur, skilur Já, að það sé eitthvað ennþá eitthvað sjans, Já. eitthvað hóp. Já. Sko, ok, auðvitað á maður alltaf bara að vera honest og maður á alltaf bara að segja hvað mann finnst og segja sannleikan og eitthvað svona. En mér finnst alltaf lægi að gósta ef að þú annarkvært hefur aldrei hitt manneskjuna og þetta er bara eitthvað svona, þau eru búin að vera að spjalla já, eða eftir eitt date. Mér finnst það persónulega alltaf lægi. já, það er alltaf leið En ef manneskjana er geðveikt mikið reaching out og alltaf að spyrja þá bara segir hún sannleikan, skilur mig. já, En persónulega
bara myndi ég frekar vera góstu heldur en að fá eitthvað gett löng skilabóð bara eitthvað mér fannst gaman á deytinu en bara því miður finn ég engan nista fattar þau? Já, ég væri frekar persónulega til ég vera góstu en að fá eitthvað svona. Já, en auðvitað þú veist, ok, eftir 2, 3, 4 date þá myndi ég væntanlega vilja fá einhver útskýringu en eftir 1 date þá finnst mér ég myndi ekki taka eitthvað geð persónulega að vera bara góstu út af mér finnst svona ef ég væri góstu þá það bara svarið fattar þau? Já. Þú veist, þú þarft ekki að segja mér af hverju þú fílaði mig ekki því þá verði ég bara sár þú veist, bara góst, ok, hann greinlega ekki fíla mig Já. En ég held að þetta sé smá svona hot topic sko, ég held að sé alveg margir sem eru mjög mikið á móti þessu kannski erum við bara svona vondar nei, joke, nei að ég ekkert að þessu Ok, hérna er í lagi að hætta við plön á síðustu stundu? Það er alveg gráðsæði sko Já, það er alveg leiðilegt sko Mér finnst það þarf alveg eitthvað að hafa komið upp á Já Þú mátt ekki gera bara þegar þú vilt horfa á Netflix Nei og þú ert eitthvað smá þreyttur Já Þú veist, ef eitthvað virkilega kom upp og þú bara allt í einu ógeðslega veik eða eitthvað gerðist þá já, allt í lagi en mér finnst það líka að fara eftir hvað það er þú veist, ef þetta er bara eitthvað við ætlum að fá okkur ís og síðan allt í einu er ég bara ég eiginlega nenni ekki það er svona aðeins annað heldur en þú veist, ef ég væri bara heldur bara ammálið mitt Já, eða við værum búin að bóka borða Já, ég væri bara að byrja að græja mig og eitthvað Já, og bara eitthvað svona, það er ekki Já, það er alveg rude, finnst mér Já En líka mér finnst, þú veist, ef þú ætlar að gera þetta þá verður líka alveg vera, þú veist, mjög sorry yfir því og þú ert á manneskjan sem ert að fara að finna annan tíma Já Ef ég er að beila þig á seinstu stundi þá verður ég að vera bara, so sorry, ég veit þetta er ógeðslega pirrandi en ég verð að beila en getur við frekar gert á morgun Já Það er svona the right way to do it Já Finnst mér 100% Getur peningur keypt hamingju? Sko upp á vissu marki Já upp á vissu marki, skilur að því þú veist að þekkja allir það er ógeðslega mikil streita að vera með eitthvað svona peningastreitu, skilur Já, peningavandamál að vera, þú veist ekki nóg, já, 100% Þannig að þú veist, það myndi væntanlega létta á manni og maður verður þá glaðari, myndi ég halda Já En og maður getur bara, þú veist að ferðast eins og maður vill og gert það sem maður vill hvenær sem maður vill og keypt sér það sem maður vill, skilur en það er kannski ekki að fara að gefa þér bestu vín í heimi Nei, nefnilega ekki sko og Þú veist ekki með fólk til að deila hamingjunni með Ertu það að vera hamingjusamur? Já Nei, ég er mjög sammála með því sem þú veist að segja Þú veist, þetta er svona Ég held að þú veist það sé alveg upp á vissu marki einmitt gerir mann hamingjusaman að eiga pening ef að maður er bara þægilegum stað en ég held að allur peningur umfram það sé ekki að fara að gera mann hamingjusamari Já Það er kannski bara eitthvað svona eða þú veist, ég held að fólk sem að eigi bara billjónaværingar þau sé ekki hamingjusamari en að þið er eiga pening Nei, heldur en fólk sem bara á nóg fyrir reikningum og á nóg fyrir öllu, þú veist, og er ekki peningastressi þetta er eiginlega bara svolítið svipu hamingja, skilur en með það er alveg satt, sko Er morgun rútínan raunverulega mikilvæg eða er það bara TikTok trend? Mér svona get aesthetic morning routine Já Nei, mér finnst það raunverulega gott Já Náttúrulega ekki kannski eins fullkomið á TikTok Já eða þú veist Já En mér finnst alveg gott að vera með einhverju svona morgunrútínu Já Og þú ert alveg að sé með þannig Já, mér finnst því svona, ég ger eiginlega alltaf það sama móðana Já Ert þú með þínu morgunrútínu? Já, eða þú veist, það er náttúrulega bara ég bara vakna, klæði krakkana, klæði mig og skutlaði upp í skólan Já, en þú veist, það er rútína Já Já, ég Jú, er það er alveg rútína, þú veist, ég elska mótnana mínu með krakkanum, skilur bara að gefa þeim borða og spjalla með henni að klæða þau og gera í hári og eitthvað svona Það er mjög kjút Þannig að það er alveg rútína fyrir sjálf og sér, sko, en ef ég er í Ameríku eða eitthvað engin rútína Nei, ég mynd elskalega að halda í rútínunum minna þótt ég sé einhvers annars staðar Þú veist, ég verð alveg smá svona ef ég vakna og ég til mér get ekki fengið mér, þú veist, ég fæ mér alltaf morgunmat og ég fæ mér alltaf eitthvað koffín á mótana, þú veist, kaffi eða nokkuð eða eitthvað og ef ég get það ekki, ég get ekki fengið morgunmat og ekki kaffi strax þá verð ég alveg smá svona, mér líður svo rútínan sé í rugli Fattar hvað ég Já Og þú veist, ég verð alltaf í sturtu, alltaf mála með alltaf, þú veist, þetta er svona ákveðin svona
dæmi Já. sem ég gerir skilur, en þetta er Já. ekki eitthvað crazy rútína, þetta er bara svona En þú veist, ef það er eitthvað eitt sem ég geri alla daga, það er að málum að gera mig til. já, Og ef ég geri það ekki, það fokka mér upp, sko. Þá er ég bara, ég en bara... það er alveg ákveðin rútína. Já, já, Ég var alveg með mjög mikla rútínu þegar ég var í menntaskóla, sko, á Já. virkum dögum. já, Ég vaknaði alltaf frekar snemma, fór alltaf fram, gerði mér nákvæmlega sama kaffi og sama morgunmat, ég með Já. hafragraut sem ég gerði alltaf nákvæmlega sama kaffi, sem settist ég, málaði mér nákvæmlega eins, fann mér föt og þú veist, það var alltaf bara svona mjög svona, ég Já. gerði þetta bara eins. Var þetta eitthvað sipinu? Það þarf ekki að vera eitthvað svona eins aesthetic og TikTok skilur, en mér finnst það Nei. alveg gott að vera með, góða rútínu. já, líka bara svona nokkra hluti sem þú veist að sama hvernig morgunin þinn er að fara að vera, þótt að sem meira stressandi, meira svona, Já, já, að þú samt gerir þessa hluti, skilur. já, það er rétt. Morgunrúndu tína mín er alltaf, ég vakna 2 kísur upp hjá mér, klappa þeim, oft kemur einn og sest ofan á mig og ég klappi aðeins og svo fyrir ég að fætur, klústið, styrsti, bestannir, morgunmatur, svona. It's very nice. Já. En ertu með kvöldrútínu? Nei, ekki Ekki? þannig. Eða þú veist, ég er náttúrulega bara með ógeðslega mikið þvott, alltaf, af því ég á 2 börn og Já. mann. Oh my god. En þarna, Gerðu alltaf á kvöldin þátt? já, ég gera alltaf á kvöldin. Ó. Þú veist, ég geri þvottin yfir daginn og svo fær ég með þvottin inn í stofu og horfa á þætti að meðan ég græja þvott. Það er svona mín seramónía Oh my god, vá, á áhugavert. kvöldin. Ég er alltaf með svo lítið þátt alltaf, ég gera það bókstaflega svona einu sinni í viku. Oh my god, ég gera öll kvöld. Og ég tek alltaf svona dag þar sem ég þvæ ógsta marga vélar og hengi upp. En síðan leiði ég alltaf að vera á snúrunni í svona 5 daga og ég nenni ekki að ganga frá því. Mér finnst alltaf lægi að gera þvottin, en nenni ekki að ganga frá honum. Ég hata að ganga frá honum. Já, Mér það er finnst leiðilegt, alltaf lægi ef ég er að horfa á þátt að Já. brjóta hann saman, Já, en að ganga frá honum, af því þá þarf líka svona að fara frá þættinum sem ég er að horfa á, Já. inn í herbyggin og eitthvað. það er líka svo margt sem að ég er með hangandi upp í skáp, þú veist, ekki brotið saman. Já, Mér stæla já. erfiðara. Út af þá þarf ég eitthvað svona að finna herðatrinn og síðan á ég alltaf mikið af fötum, þannig að ég þarf alltaf að tróða þessu inn í skápin. Það er svona ógst mikið af þessan. En ég er alveg mest alltaf kvöldrútínu. Ég er alveg svona, þú veist, tekur af mér make-upið, ger skincare, fyllir stanleimin af vatni og klökum, setja mig svona myndu varsalva, setja oft þetta í vél, þú veist, hérna, upp þetta vel og Já. það tek til í eldhúsinu aðeins og leggst upp í rúm og stundum er ég alveg að skrolla en oft með bók Já. og með stanleimin og myndu varsalmin og bók og það er mjög næs. Oh Það er mjög rútína. Er í lagi að svara stundum skilabóðum sent er það dónskapur, alltaf. Ég svara alltaf seint. Ég svara Ég líka. alltaf, sko, annarkvort er ég bara í flugi eða sofandi eða bara sjúklega busy með krakkara. Já, ég líka bara gleymi að svara fólki. Já, og stundum opna ég Já, og og gleymi svo svara. er bara eitthvað svona, ég svara ég kem heim. Já, Gleymi í svona 3 daga og er bara, einmitt. þannig Það að er rosaleg, sko. þetta er í alvörinu ekkert persónulegt. Nei. Ég er bara í alvörinu gleymi því og það er bara krónískt brjála að gera. Ágrín, sko. Þannig að, Þú veist, auðvitað er það alveg smá dónalegt. já. En er það samt? En þú veist, en ég er ekki að svara viljandi, Nei, einmitt. skilur. En mér líka bara svona veit maður normalæsa það að fólk sé bara busy og þú veist, það er ekki persónlegt. Já. Ég veit það ekki. Einmitt, og ef ég sendi þér eitthvað, þú ópenar, ég er ekkert eitthvað, Nei. oh my god, hún ópenaði mig. En það er líka stundum bara eitthvað svona eins og sumt fólk, þú veist, ef þú sendir mér skilabóð, þá svona þarf ég sem mikið að hugsa til þess að svara þér. Það er hvað ég meina. Já. Þú veist, ef ég nenni ekki að skrifa og bara tekið upp og gera bara eitthvað voice note og bara segja bara Já, eitthvað, skilur já, já. menn sumir það má svona aðeins hafa fyrir að svara Já. út af þetta er svona manni sem ég þekki minna ég þannig sem er að vanda mig hvað ég ætla að segja Já. þannig að það er aðeins annað Já, einmitt. minn segir örugglega miklu fljótar að svara þér þetta flestum Já, ég líka. Þér. en líka ef þú værir ekki að svara mér þá myndi ég bara hringja þig Já. ef þetta væri eitthvað mikilvægt, skilur Já, já. En hvað finnst þér small talk? Finnst þér að það ætti að vera eða ef maður ætti bara að sleppa í? Nei, mér finnst small talk nauðsynlegt Já. út af því að þú veist, það er bara mín skoðun sko, þetta er miklu skemmtilega að eiga djúpa samræðu við fólk Já. en small talk er nauðsynlegt til þess að komast á þann stað Já. þú veist, það er ógeðslega skrítið ef ég er að hitta eitthvað fyrst skipti, ég er strax bara jæja, segðu mér frá þínum stærstu áföllum þú
þú veist, það er okkur svo skrítið. Small talk er já. svona tól til þess að svona hægt og rólega komast á þannig að manni líði vera mannskinni og þá getur maður að byrja að tala alveg, að fatta hvað ég meina. Já, en ég meina bara svona small talk út í búð. Já, og svoleiðis. eitthvað svona, við erum að finna tíma til að hittast. Já, mér finnst það óþarfi. Og svo finnum við aldrei tíma til að hittast Nei. og bara tala aldrei saman. Mér finnst það óþarfi. Já, Ég frekar þá bara til að segja hæ og labba áfram. já, Ég þarf ekki endilega að smáltaka við, skilur. nei, einmitt. Og Já. stundum, þú veist, stundum lendur maður á manneskjur sem að er bara eitthvað og Já. maður er bara eitthvað svona, Og eins og svona small talk, þú veist, við ókunnuga eða Já. eitthvað, mér finnst það svona smá, þú veist, það getur alveg verið alltaf lægi, já, en mér finnst það svona smá óþarfi. já, ég sammála. Æ, ég fer svona eftir eitthvað aðstæðan, mér finnst það lúmst stundum skemmtilegt eins og þegar ég verið í New York, þú veist, bandaríkjumenn eru mjög mikið í small talkinu. Já, Mér fannst það svona stundum smá alveg skemmtilegt Já, að vera á veitingastað og þjóðni var eitthvað smá small talk á mig. já, Svo ég fann okkur, þetta er svolítið vinalegt og skemmtilegt. já, En það fer eiginlega bara eftir eftir aðstæðum, aðstæðum og bara stuðinu í manni. já, held ég. eins og þú líka. veist, í flugvél, nei. I don't want it. Nei, Ég hef lent í því. sumir fara bara í flugvél og Já. elska að bara spjalla og kynnast nýju Já. fólki. Ekki spallaði mig. Nei, ég bara, sorry, en ég lendur sinni ef ég var að leiðin til Nýs með London vinkonum mínum Mhm. og við kiptum allar með hana, þú veist, á sikarum tíma þannig við sátum ekkert saman, skil, og vorum Já. bara satt með, þetta er líka svo stuðflug, þetta var bara 2 tímar eða eitthvað. Já. En ég satt bara einhvers þar, satt gæi við hliðina á mér, eða þú veist, miðjusæti var svona laust og hann byrjaði að spjalla þegar við vorum bara settum strax í vélina Oh my god. og hann bara spjallaði og spjallaði og spjallaði og bara eitthvað svona, ég bara eitthvað svona ógeðslega ómerkilegt. Já. Og ég var smá bara eitthvað svona, hvernig á ég að segja hann sem ég langaði bara að horfa á þáttum minn, ég var búin að dála þætti, ég var okkur spennt að horfa á hann. Oh my Ég var god. bara svona ekki nannaði, en vinkonum minn sem betur fyrir bjargaði mér, þetta var mjög fyndið og hún Já. var búin að spotta þetta þegar hún Já. fór á klósti og labbaði frammi og sá þetta. Þannig hún kom aftur út að það var laust sæti við hliðina á henni. Já. Bara svona, það er laust sæti, viltu ekki koma til mín? Og ég eitthvað, ok. Oh og fór til my hennar. god. Hversu Og- pirrandi? Já. En þú verður líka að geta spottað body language hjá fólki hvort að nenni að tala með þið eða ekki, Já, skilur. já. Ef Og ég er hvort bara að maður svona- sé bara að vera kurtis, skilur Þú veist þarna, ég held að heyrnartólunum mínu allan tíman og ég var bara svona býð eftir að geta sett þau myndir ekki fatta að ég sé ekki nanna þessu. Oh my god. Já. En, honest opinion, Embla. Já, hvað? Ég ætla að kalla þig Gunnar. Þannig að hvor okkar myndi vinna í Survivor? Ég held lúmst ég. Já, ég held að lúmst líka. Er það ekki? Jú. Ég er endur aldrei sér survivor samt, sko. Hæ? Nei. Oh my god. En er það ekki smá svona að maður er bara að surviva í nótturinni? Nei, þetta er ekki eins og Naked and Afraid. Hver myndi, ok, hver nei. okkur myndi surviva í Naked and Afraid er Eða- þú eitthvað á bossanum eitthvað. Nei, þarna, nei, Survivor er bara, þú veist, það eru svona tribes út um allt Já, á, ok, á eiginni ok. og þarna, eða þú veist, stundum er að sikkar eiginar eitthvað, ég er ekki alveg viss. En þarna, og svo á maður að, svo fara þeir svona þrautir, þetta er svona gera þrautir, Ó. endalist alls konar þrautum og þeir sem, Ó, þeir það sem samt kannski þú. tapa þeir sem tapa þeir, þú veist, þeir fá ekki svona tinnustein til að búa til Já, þú veist, þeir sem vinna, svoleiðis. þeir fá alltaf svona pingumat, Já, eitthvað já, svona- eitthvað til að surviva. já og hinir, Mm. hinir þá þurfa þeir að, þú veist, kvætta eitthvað út úr hópnum þannig að það er svona alls konar svona bandalug innan, skilur, Já, ok. tribesins og eitthvað. Ég hef kannski að horfa á þetta. Þetta er alveg gaman, sko. Ég veit eiginlega ekki hver myndi vinna. Þú veist, ég mér langar að segja ég, en ég held samt, þú veist, þú ert standarlega, Snill. já, snjöll og þú veist, góð í svona einhverjum þrautum. Já, En ég veit já. það ekki, mér líður svo þú gæti standarlega. Já. Er mér alveg gott heimi, held ég. Ég held að það eru mjög gott heimi. Ég held það líka. Nema að það að ég borði ekki sjávarfang og þau eru Ó. bara með, þú veist, Ég fisk bor og ekki eitthvað. mikið sjávarfang heldur. Nei, þau bókstælega fá engan mat, en þau þurfa bara að veiða sér til matar og Ó. sumir, þú veist, eru bara ekki bara búin að bara kóka sinni í viku, skilur, að gera svo þrautir og eitthvað. Shit. Það er hræðilegt. Þetta er alveg gaman. Já. Þetta er Er alveg það lúmst. gaman? Ha, Ég finnst það gaman að horfa. það er gaman að horfa. Ekki fara. Nei, en ég held að sé alveg stór vinningur. Og þetta er alls konar svona eitthvað svona psychological challenges líka, skilur. Er þetta eitthvað svona að láta skordýr vera á þér og okkur svo leiðis? Nei, þetta er meira bara svona, þú veist, ok, þú ferð
færið sem bara $100 Mhm. og getur valið það að fara einn með það heim eða deila með öllum sem að þú ert búin að, þú veist, hjálpa þær að komast á annars stað, skilur. Og þú veist, alls konar svona eitthvað. En hver á okkur heldur myndi vinna í Traitors? Ég hef aldrei hort á Traitors. Nei, en þú verður að horfa, það er bara eins og varúlfur, skilur nema in real life. Já. Þú veist, þannig að það er búið að velja nokkra sem eru Traitors, sem eru þá varúlfarnir, Já. sem eiga að drepa á nóttunni og svo þykjast þeir, þú veist, þið búið alls saman í kastala og eiga að þykjast vera vinir. Já. Þú veist, þannig við erum hérna vinir, bara, oh my god, hver er the traitor? En þannig kannski er ég the traitor, en ég þarf að Já. þykjast vera góð Já, fyrir saman þig. Hver á okkur heldur að geta logið betur? Ég? Er það ekki? Jú, ég held að. Já, ég held að. Ég held að ég myndi vera alltaf stressuð. Ég Já. myndi sjást á mér. Já. Ég myndi ekki bara alltaf rauða böngunni. Ég er ekki traitor, ég lofa. Er pilsa samloka? Nei. Pilsa er ekki samloka, pilsa er bara pilsa. Já, en það er samt, þú veist, brauð hér, brauð hér. Ok, er hambúrgar samloka? Ég myndi alveg segja að hambúrgar er samloka. Það er bókstæðilega samloka. Hambúrgar er bara hambúrgar, skilur þau. Það Já. er ekki saman hluturinn. En það er brauð, eitthvað og brauð Já, ég samloka. veit það, en þetta er samt hambúrgari. Ok, kaka samloka. Það er svona eitthvað brauðkent. Nei, Jú, og svo krem og svo brauð. Kaka er ekki samloka. En hvað leggur mörkin þá? Hjá sætindum. Hefur við pælt í því? Þú ert með disk Já, og setur samloku. já. Sem setur samloku og nána, þú veist, komið 2 samlokur. Þú veist, með súpu, skál, og setur súpu og ná, þá er það bara með meiri súpu, það er svona 1 súpa. Skilur þú? Hæ? Býtu, það ertu með samloku, lætur aðra samloku á. Það er svona 2 samlokur. Nei, þá ertu bara með eina samloku. Eina stóra samloku. Nei, ok, og við hliðin á þá, og diskinn, skilur, bara sama disk. Já, þá ertu með 2 samlokur. En þú ert með súpu, síðan setur aðra súpu í sama disk, þá ertu með samt bara sömu súpu. Hún bara blandast saman. Já, ok, þetta er meira þannig, ok, þú með skinku samloku Já, og svo setur þú ostasamloku við hliðin á. Þú með Já. 2 samlokur. já. Og þú ert með Mexíkosúpu, svo setur þú baunasúpu onni, þá ertu samt bara með eina súpu, hún bara blandaðist saman. Nú er þetta bara Mexíko og baunasúpa. Skilur? Já, það bara þetta er fljótandi. Já, ég veit það. Já. Ég er bara að segja fyrst það ekki á. Jú, mjög áhört. Jú, þetta var skemmtilegt. Skemmtilegt surprise. Ok, við, ég ætla að finna eitthvað nýtt. Er betra að fylgja hjartanu eða höfðinu? Ó, það er alltaf best að fylgja hjartanu. Er það samt? Já. Þú mátt alveg segja já. Já, ég er að hugsa. Jú, ég er alveg sammála upp á vissu marki, eða þú veist, jú, en ég myndi svona segja að það er svona alveg stundu þarft samt að fylgja höfðinu þegar kemur ákveðnum hlutum. Já, algjörlega. Þú veist, Þú getur ekki alltaf bara gert allt ef sem þú þú vilt. ætti kærasta og hann væri alltaf að halda framhjá þú myndir bara fara til hans bara endalaust af því Já. að hjarta segir það. Já, Það væri fáránlegt, skilurðu. Já, þá verður að fylgja aðeins að hugsa, Já, já, sem er haustum. já. En maður veit alltaf innst inni samt líka, inn í hjartanu, að þetta er þá ekki rétt, skilur, hann er ekki að vera góð við þig. Nei, og þú veist. já, það er alveg satt, maður finnur það innst í hjartanu. Já, Það er mjög góð bundur. innst í hjartanu. Alveg innst í hjartarætur. Já, true. Ef að segja þetta gott þá bara. Já, ég Er það held ekki það. bara? Já, Jú, mest það bara fræga gott. já, bara skemmtilegt. Já. Létt og laggott. Já, takk hérlega fyrir að hlusta, eins og alltaf. Já, Kunnum mjög mikið að meta alla sem að hlusta. já, við elskum ykkur. Já, við elskum ykkur mjög mikið. Minni á að við erum á TikTok, Instagram. Senda inn drama of the week, please. Og bara við sjáumst aftur næsta mánudag. Já, gera það. Bless. Kæ.